Erfðabreytt dýr og matvæli. Kynbætur á plöntum og dýrum hafa staðið yfir í þúsundir ára. Plöntur voru ræktaðar til að gefa af sér stærri afurðir og þola betur kulda eða hita. Sama á við dýrin. Mjólkurkýr sem ekki mjólkuðu mikið voru ekki notaðar til að búa til nýja mjólkurkýr. Þær sem aftur á móti mjólkuðu vel voru notaðar óspart til að fá nýjar mjólkurkýr. Eftir þúsundir ára að velja alltaf bestu mjólkurkýrnar mjólka kýr nú til dags miklu meira en þær gerðu áður. Vegna þess að aðeins bestu kýrnar fengu að eignast afkvæmi sem var ekki slátrað til matar. Með því að rækta og kynbæta á þennan hátt þá stuðlum við að því að líffræðileg fjölbreytni minnkar. Í stað þess að vera með alls konar tegundir af birki þá ræktum við kannski bara þær sem vaxa hratt og gefa sér mikið timbur. Allar hinar tegundirnar af birki verða þá útundan. Ímyndað þér að planta eins og ösp sé eins og hundar. Það eru til alls konar hundar en allir eru þeir hundar. Alveg eins og það eru til alls konar aspir en allar eru þær aspir. En á meðan hundar eru ræktaðir til að uppfylla alls konar skilyrðum, þá eru aspir ræktaðir til að uppfylla miklu færri skilyrði. Ef við pössum okkur ekki, þá verður bara örfáar tegundir af öspum til og þá þarf lítið til að til dæmis einhver sjúkdómur hreinlega eyði þeim út. Því það er engin fjölbreytni í þeim til að takast á við hann. Menn hafa áhyggjur af þessari þróun. Í átt frá fjölbreytileika í einhæfni tegunda og þess vegna hafa vísvegar verið settir upp genabankar eða fræbankar sem varðveita fræ eins margra tegunda og afbrigða og menn geta safnað. Mikið er orðið það að bakteríur eru látnar framleiða gen sem síðan er tekið út úr henni og sett inn í DNA plöntu. Það má til dæmis bæta við eiturgeni sem gerir það að verkum að plantan fer að framleiða eitur sem er aðeins skaðlegt skordýrum. Ef skordýr borða plöntuna þá deyja þau. Á sambærilegan hátt er búið að setja gen í kornplöntur sem gerir það að verkum að þær þola eitur sem er borið á þær. Þannig lifir kornplantana af en eitrið drepur öll illgresi sem ellegar hefur verið í samkeppni við kornplöntuna. Það eru ekki allir sáttið við þessar aðferðir og jafnvel þó að til dæmis erfðabreytt hrísgrjón hjálpi fátæku fólki sem þjáist af næringarskorti, þá eru sumir sem telja að við eigum ekki að vera að fikta í erfðaefni plantna. Þegar kemur að dýrum eru menn ennþá harðari í mótstöðu sinni. Svín með heppilegri fitu og laxar sem vaxa hraðar eru dæmi erfðabreytt dýr sem eiga sér marga andstæðinga. Stuðningsmenn erfðabreyttra matvæla í hópi vísindamanna telja ótta við erfðabreytt matvæli oftar en ekki stafa af fáfræði og of einföldum hugmyndum hreinleika lífríkisins og áhrifsbreytinga þar á. Erfðabreytt matvæli hafa valdið miklum deilum meðal vísindamanna og almennings. Einnig eigum við að leika Guð og breyta náttúrunni? Ættum við kannski að gera meira af því? Eitt er víst að það er ekki allir sammála þetta og þess vegna hafa flest vestræn ríki tekið upp strangar kröfur erfðabreytt matvæli séu merkt sem erfðabreytt matvæli. Þannig að fólk geti gert upp hug sinn hvort það vill borða þau eða ekki. Takk fyrir.